Safnasafnið á Svalbarðsströnd fagnar 20 ára afmæli sínum þessar mundir en í tilefni afmælisins hafa 14 nýjar sýningar verið opnaðar á safninu. Við fengum safnstjórann Níels Hafstein til þess að ganga með okkur safnið og sýna okkur hlut af þeim nýju verkum sem þar eru nú til sýnis. Hér erum við stödd í sal þar sem sýning á verkum eftir Hrefnu Sigurðardóttur í Reykjavík. Þetta kona sem lagði blaðið fyrir framan sig. Heimurinn hvarf og hún sá myndirna birtast og færði þær yfir á blaðið. Og þetta partur af þeim listaverkum sem eigum eftir hana. Nú komum við fyrir hornið hér og þá eru verk til sýnis eftir Erlu Björg Sigmundsdóttur á Sólheimum. En við höldum yfirleitt upp á stóra afmæli Sólheima, nú það 85 ára aldurinn sem blífur. Þegar við bjóðum listafólki að sýna þessum 3 rýmum hérna, þá leggjum við svolítið áherslu á það að þeir spjalli saman verk, hvernig það ætla að setja upp og hvernig tengingarna verða. Og að þessu leyti þetta svolítið við þræði. Það ekki bara þræðir í efninu, heldur líka þræðir sem að tengja fólk annarkvæmt aftur eða tilbaka. Eyrún Sigurðardóttir, hún tengir þetta við æskuheimili sitt og síðan sveitina, frendi frænka sem þá að kalla. Margrét M. Nordahl að fást tungumálið og merkingu og þar koma þræðinni líka við sögu. Og í innsta rýminu hérna Gunnhildar Hauksdóttir sem gerir sér sérstaklega ferð frá Berlín til þess að heiðra okkur með þessu hljóðverki og þá eru teikningarnar unnar með þennan haus hérna í huga og hljóði sem að myndast og fólk heyrir í heyrnartólunum þá það sem þetta heyrist í vinstra en heyrist kannski í hægra eða þá aftan eða framan. Þetta svona ákveðin hljóðheimur sem stýrt fyrir teikningum. Árið 2012 þá fengum við hingað í safnið stóra gjöf á túpulökum frá Grænlandi og þeir komu úr dánarbúi Herdísar Vigfúsdóttur kennara og sem að þau Valdi Pétursson listmálari höfðu safnað á Grænlandi á árunum 63 til 83. Og nú komið tíminn til að setja þetta upp og í fyrsta lagi þá erum við að sýna hérna þennan gamla hugmyndaheim sem að tengist galdra fyrirbærinu túbilag og hérna megin erum við þá með skrautið daglega, svona þetta létta og svo í miðjunni þá sýnum við veiðarnar þegar menn koma heim frá veiðum og einhver að taka á móti með drumslegt og fagna þeim. Þá erum við komin hingað niður á neðri hæð safnsins og hér að finna stærstu sýninguna. Já, Bjarni Þórarinsson sem geysimikil spekingur og ég held að sé bara allt og langt mál að fara að skýra út verkina. Þetta eru vísirúsir hérna til bakvið því sem allar handunnar og síðan bættin orðum eftir ákveðnu kerfi og síðan hérna á bakvið okkur eru svokallaðar donnettur. Það eru ljósmyndir sem teiknar inn í Eyjafjarðarsveit, í Dölunum þar og síðan í Öxnadal og Hörgárdal og færaði út í Skíðadal og Svarfaðardal. Thor Vilhjálmsson rithöfundur, vinur okkar, hann teiknaði mikið á sinni ævi og nýtti einstaklega í bækur sínar en síðustu árinu þá vann hann sviðsmyndir að 5 síðustu bókunum sem þetta að sjá hérna þessa bláu. Og svo þegar hann var á kaffihúsum í París þá krótaði hann á dúkana sem þá voru á litlu borðunum og tók þessum með sem breytur saman stakkum inn á sig og fór. Og þetta allt saman til ennþá? Já, fleiri þúsund myndir. Bara á kaffihúsum í París? Já, ég veit ekki hversu mörg þúsundir það en það til mikli bunkar af teikningum, já. Og seinna í sumar þá verðum við smá atriði að dagskrá hérna hann og þá reiknaði með að fjölskylda komi og það verið lesið upp á bókum hans og flutt ljóð og sagt frá honum. Þá erum við komin hingað út og hér nú að finna nokkuð sérstakt verk. Hvað þetta eiginlega? Þetta vegasalt eftir Þórdísi Öldu Sigurðardóttur og þetta algjör vitleysa sem fólk hér að spjalla saman og
það má segja að hérna sum orðvegi þyngra en önnur og stundum verða þau léttvægari því að vegasaltið breytir þá stöðunni og mér finnst þetta bera vitni þá orðræði sem ástýrir þjóðfélaginu, helvítis rugli sem við rekum alls staðar á og hefur náð fullkomnu sinni á Alþingi Íslendinga. En þá erum við sem sagt búin að ganga hérna svona nokkurn veginn í gegnum sýningarnar sem þið voruð að setja hérna upp í tilefni af 20 ára afmæli ykkar og hvað standa þessar sýningar lengi? Það er opið daglega frá 10 til 5 alla daga til 31. ágúst og eftir það tökum við á móti hópum með veðurleyfir.